Já, velkomin aftur. Hérna sittum við bræður og ætlum að reyna svona að taka stöðuna á hvað, pólitíkinni eða hvað? Já, það er ekki að taka stöðuna á þinginu, það er eiginlega, það ekki að fjara út þingið fyrir út af forstakostingum? Það er nú vantarlega stutt eftir, sko. Lagareldi verður ekki afgreitt fyrir fyrsta lagi eftir í haust. Já, þá þarf að taka það upp aftur, sko. Já. Ég held að hljóta að vera vilji til þess að afgreiða málið. Það verður þá í einhverjum þing, hvað kallar þetta, stubb eftir forstakostingar. Já, það má vel vera. Ég held samt að þessi að vakna við að sko stjórna meiri hlutina, þetta er ekki kakala gús, sko, þau verða að gera eitthvað þegar að taka þetta tilbaka eða gera á þessu mikla breytingar. En af hverju VG að leggja þetta inn? Þetta kemur matvælaráðuneytinu, líklega undirbúið í tíð Svandísar, lagt inn á þingi þegar Katrín er starfandi matvælaráðherra, Bjarki mæli fyrir þessu. Já, þetta er mjög. Af hverju eru það þessu? Já, af hverju eru það þessu? Ég veit ekki. Þetta er svona sem velta fyrir sér Einar K. Guðfinnsson gerist helsti talsmaður þessa sjókvíeldis eftir hann hætt á þingi sem forseti Alþingis og ég held þetta er svona, ég grunar þetta sé svona sko þrýstingur að utan þrýstingur sko utan þings. Og þingi verði ekkert varð við þrýsting frá almenningi þá? Einhverjir en reyna að láta þetta renna í gegn. Ég held að það sé svo liðis. Þetta er ekkit óvart þarna, sko. Þá erum við í samfélagi sem er svona frekjukarlaræði. Já. Frekjukallin ef hann bara... Erum við ekki í því? Jú, manni finnst það svona. Við tölum aðeins skipulagsmál. Það er sem að hún kom hérna, hún Hlökk, skipulagsfræðingur og var hún ekki forstjóri skipulagsstofnunar. Var að gerði könnun hvort að fólk sem er að vinna að skipulagsmálum, bæði kjörnufulltrúar og þeir sem að vinna í svona stofnunum eða sveitarfélagana, hvort þau verið varð við svona frændhygli eða pólitíska tengingar eða svona einhverja spillingu. Og 50% svaraði þessu, já. 65% þeirra sem að voru að starfa við þetta, sem að verða þá kjörnufulltrúar verða minni varð við þetta, líklega því að þeir í gegnum þá kemur spillingin. Þetta er náttúrulega ævintýralega törnur. Ævintýralega törnur. Já, þetta er sko, þetta er vitað, en það er ekki gert. Já. Við vorum með Katrínu Oddsdóttur sem hélt hérna eldræðu fyrir viku. Við einmitt þetta, hvernig svona þeir sem eiga að vera að reka almannahagsmuni, einhvern veginn bara gefast upp og lúffa fyrir sérhagsmunum. Og svo er það eins og hún var að segja, þetta er svo frekt sko strandjarðir sem eiga land út af Stórstreymisfjöru, að það er ekki sinn virt sko. Þeir eru konið svo mikið upp í land, nærri landi, að þeir geti ekki sinni virt sko lóðamörkin eða jarðamörkin eða hvað maður kallaði sko og það er sá sem hún er að vinna fyrir hérna á Snæfjallaströndinni hann býr við þetta, hann er með strandjörð og hann á lóð eða jörðin, einu landamörkin hans eru út af sko Stórstreymisfjöru en þar eru konar kvíar sko. Af því að það var eitthvað sem bara frekjaðist það fram. Já, og það er annað líka sem hún sagði... Nefnir þetta sem bara mútur, ég spil stundum að því, hvað er múturnar? Hvað er múturnar? Ég meina, Oddný var að segja að verðmæti þeirra leyfa sem er búið að útluta hér, það eru 111 milljarðar sem við kjósum að innheimta ekki, sem að sömu fyrirtæki... Sem við veljum, að gera ekki. Sem að sömu fyrirtæki styrkt að borga í Noregi. En hver gefur 111 milljarða bara út í lofti sko. Það er að fá eitthvað fyrir? Nema þetta sé bara stjórn Íslands sé svo deig hérna, hann bara vill þetta maðurinn og ég vil ekki hafa hann hérna á skrifstofunni bara fram til vors en hann Einar Guðfinnsson með frekjuna í sér, þannig að við ekki bara láta þetta eftir hann. Það er nóg að hafa Kristján Lofsson. Já. Við talaði við Hlökk, það var líka sko, við varum að tala skipulagsmál og við varum að tala líka byggingarétt hérna. Þannig að kallin er bara að koma hérna bara aftur og hann vill fá að auka hæð ofan á bygginguna á þéttingaréttum. Verður við ekki bara að láta það eftir honum? Þú veist að sumuleyti er þetta bara svona og svo almannahagsmunirnir bresta og komin skuggi þannig að það sést ekki sko til sólar á 2 neðstu hæðunum á húsinu á móti og svona, einhver leyti er eins og við séum bara í einhverju svona frekjukallaræði. Ég skrifaði eins og frétt bara upp úr samþykktum borgarinnar að þá var verið að samþykkja aukið byggingamagn eins og þetta hefði kallað
á eitthvað hús í Valskverðinu og svona eftir á, sko. Eftir á. Það engin tekur eftir því, sko. Og þannig að það svona nýlegt dæmi þetta. Ég held að sé, nú verið að byggja hús sem á horninu. Fólk sér þetta þegar það keyra austur eftir Miklubrautinni. Þannig að Valskverið, það er húsið sem að verða þá norðast og vestast. Það er svona hús sem alveg á horninu. Áður og keyrir sko hérna svo flugvallavegin líklega heitir þetta ennþá. Nyrst og vestast. Það, ég man eftir skrifum, kannski varst þú að skrifa það, að þá var það þannig að það var lóð sem var vel hliðin á íslenskri erfðagreiningu sem að endaði hjá einhverjum, ég man ekki fyrir, en þá var stegaltinu frá maður sem að sagði sig hafa haft velyrði fyrir að fá þessa lóð. Og ég held að hann hafi ekkert haft fyrir sér í því, eða það bara einhverju koktelbúðinu bara? Já, hann taldi sér að velyrði og þyrfti að fá skadabætur frá borginni. Og þá var mér sagt að sko, samningurinn hefði verið að hann fekk eina auka hæð akkurat á þetta hús. Enda þegar þú keyrir þarna vestur og þá sérðu þetta er aðeins, það er einn hæð og mikið á þessu húsi. Já, það er talað fyrir næst Miklubrautinni. Já. Það átti að vera hótel eða ekki? Já, fyrst var það hótel og svo var það það var stærsta hótel í Íslandi. Já, eftir í hvernig svona vindurum blés. Já. Þar var bætt við einni hæð miðað við áður samt skipulag. Já. Það má vel vera að við búum bara í þannig samfélagi að svona hluti bara renna í gegn. Kannski það bara að það er stjórnsýslan upplifið það að hún sé til að þjóna bröskurum og okrurum og frekuköllunum, en það sé ekki hennar hlutverk að þjóna hagsmunum almennings. Almenningur, þetta er almenningur svona bara bögg og svona óánægja þeirra sem að ekki njóta gæðana. Og svona eitthvað tuð og orðarhutinu kannski ekki alveg rétt og svona óskiljanlegt og ég meina erfitt að, hefur þú einhverja lögbundna hagsmuni að þessu máli, ertu ekki bara einhver almenningur og það bara eiginlega allt kerfið okkar er til að þjóna sérhagsmununum, en það ég held að það sé bara almenn upplifun á Íslandi. Ég held að við séum með öðruvísi, ég var nú eitthvað að reyna að ræða þetta á þann að Hulda vildi fara svona bara eitthvað hringin og við verðum ekkert verri heldur en kannski ykkur land í Evrópu, en ég til að við eigum að miða okkur við Norðurlöndin. Ég held að svona það sem að ég hef verið á Norðurlöndunum, að þá held ég að þegar við segjum ríkið á Norðurlöndum, að þá sé líklega fólk upplifið þessu við, en ég held að þegar við segjum ríkið, að þá upplifið það séu þeir eða ég held að sé að því þetta skiptir máli það er ríkið sé andstæðingur okkar frekar sko, því að við höfum kannski ekki reynsluna því að ríkið sé til þess að sko, byggja upp almanna hagsmuni að byggja upp húsnæði fyrir þá sem að þurfa húsnæði að halda að tryggja svona að hér sé gott líf fyrir almenninga, þetta sé ekki ómikið að basli, að fólk sé ekki ómikið afkomu kvíða, að fólk hrekist ekki á milli dýrs leiguhúsnæðis ár eftir ár með börnin sín á milli skólakverfa og að hér sé bara gott samfélag sem flestir fá að blómstra. Það er ekki. Ég held að við höfum margir fá að blómstra, en ég held að við erum ekki komin með það, við erum ennþá með fát þetta meðal okkar að bara búið að lýsa því hér áðan þess að Ragnar Þór og þetta er alveg djöfulegt hlutskipti að þurfa að taka íbúð og leigu kannski upp á 350-400.000 og kannski fjölskyldur og þurfa svo fá kannski minni lægri leigu eitthvað annar staðar og þá er að skólaskiptin, vina, hópar, barnan og þetta er félagslegt mál, mjög alvarlegt. Og það er ekki gott samfélag sem að fjöldi fólks getur ekki stofnað heimili af því að unga fólki getur ekki hluta heiman eða fólk er bara svo fátætt að það býr við aðstæður það sem er ekki hægt að halda heimili af því að það er bara eitthvað að húsnæðinu svo mikið þröngbýli eða þú ert að deila einhverju Getur þetta verið hluti að ásökinu fyrir því að konur fæða færri börn heldur en áður gert meðaltali. Þess að við erum þjóðunar að fækka, eða fæðingum að fækka og getur að verið að konur sem eru á þessum aldri að þær kannski búa við mjög
erfiða fjárhagslega stöðu, leiguíbúð eða með afborganir sem eru kannski 400.000 á mánuði og sjá ekki sko möguleikana að geta búið barni það líf sem það á skilið. Sko. Getur það verið? Það eru breytingar sem að dregur úr fæðingartíðinni alls þar í heiminum. Já. Og það einhver leiti bara breytingar á samfélagunum að stórfjölskyldunar er einhvern veginn að brotna upp og það er svona minna öryggi, það verður börnunum fækkar þegar fólk fer úr sveit í borg, að því að í sveitinni eru börn stundum vinnuafl en í borginni eru þau bara kostnaðar og svona, og þannig að það er svona að vera hluta þessu, en þegar er spurt og hvort að fólk telji sig hafa efni á að eignast börn, að þá kemur fram í íslensku könnunum að munurinn á milli sko þeirra sem eru tekju minnsti fimmtungurinn og þeirra sem eru í tekju hæðsta fimmtungnum, ég man ekki hvað það var, hvort það var áttfalt sem er líklega að þessi eignist börn heldur en þessi. Og þetta er náttúrulega svo gríðarleg stéttaskipting og við sem Íslendingar, því að við eigum að muna aftur í sko vinnuhjúa ástandið, þar sem að stór hluti alþýðu Íslendinga var algjörlega ófrjáls, bjó heima hjá atvinnurekandanum, mátti ekki eignast börn, því þú mátti ekki eignast börn nema þú myndir gifta því, þú máttir ekki gifta því nema eftir einhverja eignir og þú áttir einhverja eignir, þannig að þú varst dæmdur til svona geldlífs. Þetta ætti að vera þannig að þegar svona upplýsingar koma, að þá ætti að vera bara íslenski þjóðarsál, alveg bara alveg svona bara neyðar blístur. En ég held að ég bara þekki lenga stjórnmálanum sem bara lyft augabrún yfir þessu. Sko. Nei. Og það er ekki oft sem að koma í íslensku könnunum svona afgerandi munur á stéttaskiptingu. Því að yfirleitt er það ekki mælt, heldur að vera mælt menntun eða búseta eða aldur, en aldrei stéttir eða mjög seldan. Og það stundum hægt að ráða það í gegnum menntunina, en það er ekki alveg ekki góður mælikvarði, af því að það er hópur sem er ekki mikið menntaður en er mjög vel stæður. Það er svona fjólubláa fólki þetta í einhverju svona konun. Þannig að við sjáum þetta sjálf, en þarna sjáum við það. Að líka við höfum séð vísbendingar lífslíkur í sambandi við menntun. Það sem við sjáum að þeir sem hafa það betur, sem eru með langskólamenntun, að þeir bara, ég held að muni bara 6 eða 8 árum sem er lifa lengur. Það er alveg sláandi. Ef við myndum ná þessu að gera raunverulega stéttagreiningu á þessu, þá verður munur líklega meiri. Þannig að við erum komin í samfélag þar sem að þeir sem eru neðar í stéttunum, að þeir lifa skemmur, þeir eignast síður börn. Við erum bara á leiðinni inn í vinnu hjá ástandi. Sko, svo er hellinga af þessu fólki sem býr hjá atvinnurekandanum, bara í ykkur verbúð og eru í ykkur starfsmannalegu og búa í húsnæði sem starfsmannalega reddar. Býr í ykkur svona verbúð. Ég gerði það í nokkur ár, en ég var alltaf frjálsamt, ég gæti alltaf farið, ég var ekkert með, útgerðarmaðurinn var ekki með atvinnuleyfi mitt, sko. Nei. En ég heiti svona unga pólska strák á Patró, sem hafði náðst mynd á hann þar sem hann fór út og reykti þegar hann mátti ekki reykja. Þannig að hann bara bannaði að fara í smókpás. Það mynda á hann að hann var reykinn og þá mista hann húsnæðið. Þannig var það fyrir þetta vinnustæði sinna? Já, hann var bara að vinna og skaust aðeins út, veist ég meina, eflaust verið ég vunni í svona, þetta var svona eins og móttaka að vera í frystúsum. Það var oft kemur bara svona, að þú bara vinnur þar sem þarf að vinna og stundum er bara það býðir til næsta hlassi. Næsta hlassi ekki komið og hann skaust og reykti og það var reykinn. Og við það mist hann húsnæðið sitt. Þannig hann var atvinnulaus og heimilislaus á Patró. Út af sígardunni? Út af þetta sígardu. Þetta er mörguleiti í Íslandi í dag, sem að því miður eins og ég held að kom ekki nógu mikið fram, af því að maður finnur að stundum að það er svona, við rauðaborðið er svona ólíkt sjónamið á það, hvernig samfélag við lifum í, sumir vilja eins og við, kannski margir viðmælendur okkar vilja horfa á það, við skulum meta það út frá þeim sem að standa veikt, við skulum bara horfa á það eins og þessi bíll, við skulum skoða það sem er bílað í bílum og horfum á samfélag út frá því. En svo koma sem að stjórnvöldur alltaf halda að okkur, ég meina heimilin hafa aldrei skuldað eins lítið og við höfum aldrei haft það eins gott og sjáum ekki veislunarstrákar og allt þetta sem að vilja bara neita því að horfa á einhvern hluta þjóðarinnar. Fyrir ekki að þú segja þetta.
skuldalítið. Manst þú töluna yfir hvað yfirdráttalán einstaklingar eru há? Nei. Það er ekki 1300 milljarðar. Eitthvað slúðis og það er á sko 12% raunvöxtur. Þetta er stærsta gullnáma í heimi sko. Og annað, að þú ert með yfirdráttalán á reikninginum og bankinn hækkar vextina, þá þú ekki látið vita. Það er engin látið vita. Það bara er hækkað og þú bara kveikir ekki á því kannski fyrir hún fyrir bara að skoða ennum að svona talnagúrúar sko, en venjulegt fólk áttar sig ekkert á þessu. Það getur hækkað kannski 0,25 eða 0,5 eða eitthvað, sem er alveg rosalega mikli peninga þegar skuldin er svo miklar sko. En það er þessi... En þú er ekki spurður, samþykjur það, Gunnar Smári, að við hækkum... Hvert ætlar að fara í næsta banka sem er með nákvæmlega sem næstu? Já, ég sagði við minn banka... Það er ekki samkeppni. Ég gerði þetta allt sjálfur og á ég að borga ykkur alla þessa 10.000 fyrir það. Já, ég fer í ykkur annar banka. Og það sagði, Sigurjón, þetta er nákvæmlega sama það. Þú kemst ekkert. Þú getur valið hvernig liturinn er á vörumerkinu, hvort það sé rautt og vill vera Íslandsbanka, þú getur verið svona fjólublátt vill vera Landsbankanum og blátt vill vera Arion. Það er nú einu munurinn. En svo er samkeppni í bönkunum, það kom fram í einhverju spjallirna, mikil samkeppni í að ná í sko stóru fyrirtæki. Þar er samkeppni milli bankana. En þau eru með fullkomna einangunar og fákjörnistöðu gagnvart okkur og smærri fyrirtæki. Það sem nú bara þykkur það sem aðeir er rétt. Ragnar Þór sagði að þau var orðin vör við það að fólk sem vinnur á litli fyrirtækjum er bara að missa vinnuna því fyrir eigendurnir standi ekki undir vöxtunum. Sem er alltaf sorgleg dæmi sko. Því að þá er reksturinn ekki meir en það að eigendurnir er í persónulega ábyrgð fyrir öllu saman og það getur alveg ótrúlega skellur ef að sko gert ráð fyrir að borga svo mikið í vexti en svo bara hækkar og þá er það kannski það sem að eigandinn þurfti til sín eða til uppbyggingar fyrirtækinu, tækja að kaupa eða eitthvað, þá er það bara frá og þá bara missir fólk í vinna. Svona er það. Það er líka í þessu og eflaust er þetta rétt hjá Ragnar Þór því að hann er bara að taka móti þessu fólki sem er að missa vinnuna. Og þá er það þannig að eins og kom fram hérna áðan, að Seðlabankinn er að hækka vexti til þess að draga úr þenslu í ferðaþjónustu. Í ferðaþjónustan er svona vaxtargrein og ef þú ert í einhverju vaxtargrein, í einhverjum hótelbransa eða í einhverjum ferðabransa, að þá ert þú líklegri til þess að taka svona áhættu að taka lán með svona háum vöxtum, af því þú ert að reikna með að þú sett í einhverjum vexti. Og þannig að ferðaþjónustan mun síðust draga saman seglin út af háum vöxtum en á leiðinni áður en kemur á því að þá er komin þetta sem að Ragnar var að lýsa að þá eru fyrirtæki hérna út borg og bí að loka eða fækka fólki eða draga úr vegna þess að þau þola ekki vaxtastíð og geta ekki verið með svona kannski þeir eru ekki svona einhverju búmmi eins og ferðaþjónustan sem er náttúrulega mjög hættulegt að vera með aðal vöxtin í samfélaginu það sem er svona búmm og hætta á einhverju bólu sem hann getur sprungið sko. En þetta er hluti af vaxtastefnunni. Hann ýtir raunverulega ákvörðunum til þeirra sem eru líklegast til þess að taka svona áhættu. Þannig að þetta er ekki nógu gott. Og efnastjórn hérna síðust árum hefur verið afleitt. Allir vísar sem er að lesa á sína það. Það er fallengun í öllu. Já, en þá segja þau sko, það er góður í Íslandi, en það er kreppa í Evrópu. Viltu það frekar? Það var kreppu? Ég vil... En þau láta eins og þau hafi sko að túristrætti sem koma hinga til þess að hitta sko sjálfstæðisflokkinn og Framsókn. En það er ekki náttúrulega. Nei, sko, fínt að það var góðæri en þá eru allir að njóta þess. Það er bara það sem vantar hér, fyrst og síðast, að með allir njóta þess ef það er góðæri. Ekki bara til að mismuna og draga þjóðina lengur, eða meiri í sundur heldur en orðið er. Já. Við tölum ekkert mikið forstakostingar. Nei. Það sem þú ferð er fólk viljút að tala forstakostingar. Já, ég bara... Með það er svona aðalmálið. Ég fór út með hundi minni í morgun og hitti þar hundmann sem ég ekki hitt áður og við fórum strax að tala kostningarnar. Og mjög merkileg konun maskinu sem að sýnir sko að
Halla Hrund komin yfir Katrínu og það sé innan skekkjumarka. Ég tek eftir því með svona bæjas í frásögn í fjölmiðlunum. Kannanir sem að Moggi birtir, þannig að prósent sem alltaf svolítið á skjön, þar sem að Katrín aldrei verið efst. Þar alltaf sagt að munurinn sé innan skekkjumarka. En það sem þegar við fréttir af því þegar hún efst, að þá ekki sett frá þessu. Þetta alveg mjög sérstakt. Þið getur verið ansakað eða þið viljið. Ég held að síðasta konin í maskinu hafi hljóta að vera gríðarlegt áfall fyrir kosningateymi Katrínar Jakobsdóttur. En það heyrum við fréttir af því að hún búin að ráða Friðjón Friðjónsson. Já, sem hefur verið pólitískur ráðgjafi Bjarna Benediktssonar. Já. Og svo núna, ég veit ekki og svo kemur úr Valhöll og þannig að ég held að við megum þá búast við svona einhverjum fréttum að það sé nú ekki allt í lagi þannig að Höllu Hrund. Það komið. Það er byrjað strax. Já, þannig að Karen Kjartansdóttir. Já. Þetta línan alltaf á Valhöll, það er að reyna að grafa undan anstæðingunum, það sé eitthvað dúbjust við hann. Sko. Já, þannig finn ekki þetta á Höllu Hrund en hún gott gengi í skoðanakönnunum, hvað gerum við? Það er vinkonarnar, þannig að Karen, hún hefur verið upplýsingafullur í orkustofnun. Hann ekki aðstóðar konur Katrínar að vinna hún sagði að Katrín að hvorki hún aðstóða fólkið. Myndu þykja biðluna með það? Já. Það er nú gott. En þau eiga þá biðluninu bara inni. En hvaðan heldur að hafa komið svona þessar myndir af Baldur og Felix hafi verið okkur hommaklúbbum í Evrópu? Ég skil það bara ekki, sko. Þetta sé skrimsladeildin, eða? Já, ég sá það, en hvað að því að þeir fara á hommaklúbb? Ég ekki neitt. Ég sá reynda byrt myndaðin bara kissast og það var byrt eins og það var einhver ógn í því að þau kalla vera að kissast. Hjón, þau eru hjón, þau eru giftir hvor öðrum og þau kissast. Þeir eru örgulega kist líka í tilhugalífinu þannig að það trúfar mig ekki þótt að ógiftur kissist. Nei, alls ekki. Nei, það er bara ekki þessari mín. Þessu dreift eins og þetta sé eitthvað sko svakalegt. Já, og svo kommenti ykkur á bakvið sem að fólk lætur alveg eins og fátar en þetta er bara ástfangi hjón að kissast. Ég held að við höfum eftir að sjá meira þessu. Það er 5 vikur eftir sko. Þannig að margt eftir að gerast. Já, skrímsladeildin færibandi þar á fullu sko. En svo það eitt í þessu að með sjálfstæðisflokkinn og hnignum sjálfstæðisflokksins síðast 2016 þá bauð hann fram Davíð Oddsson og fekk 13,7%. Svo ef þú ferð aftur sko 96 og svona var það ekki Pétur K.R. Hafstein sem það var svona neyðarreddinga því að hann kom svona seint sem svona neyðarreddinga því að það var alltaf verið að bíða eftir að Davíð svaraði því að ég held að margir hafi haldið að Davíð myndi fara í forsetan 96. Á móti Ólafur Ragnari. Pétur fekk ekki góða kosningu. En ég held að það sé að minnka alltaf minna og minna og það sem mér fannst áhugavert í maskinukonunni þó að sé varhugavert að lesa og mikið í svona breytur að þá Halla Hrund sá frambjóðandi sem að getur hoggið inni í sko víi Katrínar Jakobsdóttur að því að maður sá að mestasveiflan var frá Katrínu yfir í Halla Hrund, það er svona helmingurinn af því sem Halla Hrund bætti sig kom frá Katrínu, eða svona tæplega. En það sem var merkilt við að Halla Hrund nær inn í eldra fólkið og hún nær líka inn í sjálfstæðisfólkið og svona íhaldsfólkið og meirið sig að minnkaði sko stuðningur fólks sem að gaf sig upp við að kjósa VG á milli kannana við Katrínu. Þannig að ég held að Halla Hrund sé langhættulegasti andstæðingur Katrínar Jakobsdóttur. Á meðan að kannski Baldur og Jón eru bara svona hin þjóðin. Að þau séu ekki að svona sækja inn í fylgi Katrínar. En ég held að mér sýnist að sko Halla Hrund geti bara vel gert það. Já, mér sáðust það með Baldur að hann sækir viðreisna Pírata samfylkingarinnar. Ég meina Katrín langmest bara VG sjálfstæðisflokkur og samband eldri sjálfstæðismanna. Og svo eldra fólk. Eldri sjálfstæðismenn eru hérna henni. En hún ekki komið hingað, ég tekið viðtal við alla eða sem að voru þar en núna bættust við ykkur 2-3 sem að ég ætla að reyna að fá þau í forsetaviðtal og senda inn eina beiðni á Katrínu Jakobsdóttur. Og svo það bara búið sko. Það getur ekki bankað upp á hverjum degi sko. Já, mér munar ekkert það sko. Nei. Ég segi stundum með fólk sem að ég get beðið alla vegna að segja þóla að fá nei. Þannig að ég get alveg sendt sko 1 e-mail á dag í eitthvað sko, ég missi ekki unga svefna því sko. Nei, mér finnst bara svona ákveðin prinsip sko.
Það gangi ekki of mikið á eftir sumum. Nei, Aðrir komu bara við fyrsta Hanegal, sko. Allt hefur sín takmörk, sko. Sjáum Ég búin að hlusta á hluta sem við tölum og ég held að það er í gær sem ég var að hlusta fyrsta sinna á viðtalið við Höllu Tómasdóttur sem ég átti mjög gott. Mér verðstu að öll koma vel út úr sem viðtalið. Já, þú er búin að segja það, já. Bæði í okkar prívatsamtölum og myndinu það. Og svo myndum við langa svona í svona kannski aðra sirpu einhvern annars konar umfjöllun svona því að nú komið svona meiri alvar í þetta. Fyrsta viðtalið bara, maður að reyna bara að hjálpa frambjóðum að kynna sig fyrir hlustundum sko. Og svona bara svo þarf maður að búa til eitthvað svona formað sem ég verið að horfa á umfjöllun síðustu kosningar og ég held að við þurfum að finna einhverja lausn á þessu því að margt af því efni er bara ekki gott sko. Það bara er svona, hittir ekki á það sem að ætti að vera að ræða og er að sömuleyti bara svona annarlegt, það er að spurja eitthvað sem er í einhverju svona rosalegu hlutverki að leika eitthvað þú veist þannig að ég held að þá má ég fá vitrun hvernig við getum verið með forstofufjöllun þetta fyrir auðvitað. Já, 2016 þegar að Davíð var í framboðinu þá var ég á Hringbraut og ég tók viðtal við hann og hafði ekki séð hann lengi og hann var svona glaður svona áður en fórum í upptökuna en svona samt virka hann svolítið aðeins svona óöruggur með sig sko og ég spyr hann semst áður förum í útsendinguna þitt bakland er það allt samhálað og hafa farið í forsetakjör? Nei. Nú hvað eitthvað móti? Já, Ástríður. Það er konan hans. Það var en Davíð getur alveg sagt eitthvað sem þú brosir á vel hlærið, sko. En þarna var hann eini sem var á móti því, eina mannski sem var á móti því að færi þessa leið, það var eiginkonan. En í þessu þáttum sem að síðan fylgdu eftir að þá var hann alltaf pirraður og pirraðri, hann var ekki í góðu stuði hérna 2016. Nei, þessu skoðan eitthvað nörðu strax. Það er erfitt að vera í svona mótbyr. Það eftir að koma í ljós ef að fyrir vaxandi mótbyr gagvart Katrínu, þá þarf hún náttúrulega að breyta einhverja, minnst að eftir að koma fram ennþá, hvert er svona erindi hennar í þessum forstakostingum? Minnst það ekki alveg komið fram. Já, ég hef verið lesið allt hún sagt það. Ég er að leita að þessu vegna þess að ég tók eftir einu sinni þá segir hún eitthvað í þá veruna að þegar maður er í forsætisráðuneytinu þá er maður að fást svona við frá degi til dags eitthvað hlutis en forsæti getur hort lengra og ég sagði hún ætlar að koma með eitthvað þú veist hvernig við viljum að samfélagi eitthvað þróast til lengri tíma en minnst það bara ekki að koma í hjá henni sko en við viljum við að hún þrói samfélagið til lengri tíma. Ég var ekki að segja að við myndum kjósa hana, ég er bara að segja að ég reiknaði með því að hún myndi bjóða upp á það. Það er ekki kannski sterkur leikur hjá henni, við munum hvað þegar hún sagði, sko, hún geti ekki beðið eftir réttlætinu, rétt áður hún fór í ríkisstjórn. En sko, Katrín sem stjórnmálamaður í forsætisráðuneytinu er ekki góður frambjóðandi til forseta, það er að breytast eitthvað. Já, en það er bara engin tími þarna á milli, sko. Jú, en hún þarf þá að birtast sem eitthvað annað fyrirbæri. Hún var að kafteinn á skúti sem er upp í fjöru, hún tekur eina björgunarbátinn og ræri land. Þetta er ekki... Ég myndi ætla, út af þessu sem þú ert að segja, að þá verður hún að birtast með einhverjum öðrum hætti. Já, ég skil hvort af það. En ég hef ekki séð að það sé verið að gera það. Þannig finnst mér leiðilegt að tala svona. Ég alltaf svo oft talað við Katrínu og indal kona sko. Já, það er náttúrulega þannig og við verum að muna það í samfélaginu að þú getur verið ósammála ákvörðun hennar að fara forseta til forseta. Í því felst ekki fordæming á henni sem persónu. Alls ekki. Nei, ég sagði bara svona, mér finnst það stundum svona skríti sko, því að þetta er svona manneskja sem að Ég get sagt að þetta er sko bragðvont gúllas sem þú að gefa mér. En í því felst ekki að ég sé fordæma því sem mannesku. Nei. Mér finnst alltaf mikið af þessu. Nú heyrir maður svona umræðu að eins og fólk hati Katrínu og svona. Auðvitað er það þannig í samfélaginu, í umræðu, að fólk tekur ákvörðun það að ég styð ekki Katrínu að því ég var ósáttur við þetta eitthvað hjá henni. Og svo þekkjur það alveg að sumir þegar þeir eru alltaf rökstyða skoðunum sína að þá gefa þau alltaf svona rosalega að þau af því ég var ósáttur við ákvörðuninnar að þá er ég alltaf að fara að sanna það að hún er ómöguleg á öllum sviðum og sumileyti er þetta bara merki svona svolítið vanþroska getu til þess að taka þátt í umræðu hjá viðkomandi einstaklingi.
en ég ekkert viss þetta sé eitthvað hatur í sjálfu þessu, sko. Ég get ekki séð eitthvað hatikattur í einhversu, sko. En svo til þess eins og bæði Baldur og Jón Gnarr, ég vel málkunnur þeim báðum, sóma menn og allt, sko. Þannig að það erfitt að velja. Það á að vera gott. Það miklu betra að fara á veitingastað, það sem bara gott á matselunum. Heldur en að þú verður að velja bara kóktelsósu. Já, svona. Já, eins og morgun verða að borða á vondu gistiheimili eitthvað staðar út á landi þar sem skorpið bónusbrauð og gulur ostur og smá kornfleks og það það sem þú ert að velja. Þú veit að étur eitthvað að þessu af því að þú ert svangur, en þetta ekki það sem þú hefði óskaður. Ég hef nú verið á hótel út á landi sem hefur nú fjölbreyttari morgunmatur en þetta. En sko, þá það hérna í þessu, getur þetta að ferða þannig að fólk fara að kjósa taktíst þegar að nærdregur að segja að ég sé búin að velja eitthvað sem ég vil sem forseta, svo hann sá frambjóðandi langt frá því að blanda sér í topparáttuna og þá kannski bara eitthvað 2-3 þar, fer maður þá að velja taktíst, ég kýs þennan frekar en hinn, sko. Það eru dæmi það, en það líka dæmi að það hef ekki verið gert. Ég held að Óli Þ. Harðarson hafi bent á ágætis dæmi að þegar fólk gerir þetta ekki, sem voru kosningar 1980 sem var mikil spenna á milli Vigdísar og Guðlaugs. Og maður myndi ætla að þeir sem ætluðu að kjósa Albert eða Pétur myndu þá velja annarkvort þeirra. En það sem að gerðist eiginlega niðurstaðan upp úr kjörkossunum var nákvæmlega það sem að skoðanakönnun hefur sýnt. Þannig að það var enginn sem kaus taktíst þá, nema fólk hafi kosið svona alveg þvers og kruss taktíst einhvern veginn. En síðan held ég og síðan hefur við raunverulega ekki verið í kosningum þar sem að þetta hefur eiginlega verið í boði vegna þess að yfirburðir Ólafs 96 og Guðna 2016 voru svo miklir að það var eiginlega, þetta kom eiginlega ekki, þannig að ég meina, það var líklega svarið bara við þessu, það var bara eftir að koma í ljós hvort að því að þú vilt kannski heldur ekki að Jói fái bara 1%, þannig að þú vilt ekki svíkja hann, þannig að þú vilt að hann fái gangi svona ósærður frá vellinum, eitthvað svoleiðis, það getur líka verið svona við. Þarna voru að tala á hann Guðlaug heitinn Þorvaldsson sem var það er bara Guðlaugur Guðlaugur Þorvaldsson. Herðu, en ég ætla að sitta hérna áfram og ég ætla að fá hann Eðvarð Hilmarsson sem skrifaði grein sem ætti mikla athygli á Vísi, Breiðholt brennur. Ég var hérna með Brynjar Karl Sigurðsson sem er með íþróttafélagið Aþenu upp í Breiðholti og með hann í viðtali hérna í gær og við erum með svona smá fókus á Breiðholtinu og hann Eðvarð ætlar að koma hérna eftir og ég ætla að spjalla við hann ástandið upp í Breiðholti og þá erum við ekki að tala að sé eitthvað sko hættulegt ástand þar, það bara eru miklar samfélagsbreytingar sem orðið þar. Það er þetta var alltaf verið eða Efra Breiðholtið hefur eiginlega frá byggingu verið hverfi lágtekjuhópa og í dag eru lágtekjuhóparnir að stóru leyti innflytjendur og það hefur svona breytt hverfinu og ég ætla að ræða við Eðvarð það og hvort að við sem samfélag sem að bregðast við stöðunni eins og hún eða hvort að við kannski eins og manni dettur stundum í hug að þetta sé flokkað einhvern veginn sem viðkvæmt mál að við erfiðleikum að ræðum þetta og þá ræðum við ekki þetta og þá gerum við ekkert í þessu og þá kannski getum við endað með eitthvað ástand sem að verður bara hryllilegt. Ég fæ hérna hvað þig kæri bróðir? Sigur? Já, þetta þakka mig fyrir daginn. Ég nú heyrði ég ekki neitt. Nei, svo ætla ég að skipta hérna aðeins yfir í smá auglýsingar og svo kemur hann Eðvarð eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.